Virðulegi ráðherra, Hanna Katrín Friðriksson, viðurkenningahafar, FK-konur, gestir hér á Grand og á mbl.is. Andrea Róbertsdóttir heiti ég og er framkvæmdastjóri FK og ég er mætt hérna til að gera það sem ég veist alveg sjúklega skemmtilegt. Það er að taka þátt í viðurkenningahátíð FK. Og þetta gerum við árlega, við heiðrum 3 konur eins og við höfum gert síðustu ár og fyrst var það Hillary Clinton sem við heiðrum árið 1999. Og við ætlum að notalega stund hér saman í kvöld. Ég ætla að biðja alla gesti og gangandi að koma bara hérna inn, framar, taka vel utan viðurkenningahafana sem við munum stíga hérna í púlt. En það er veisla framundan hjá okkur, gæsahúð í stórum stíl og áður en við fáum að vita hvaða konur við ætlum að heyra hér í dag, að þá ætlum við að bjóða hjartanlega velkomna á svið hann Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir sem er formaður FKA. Dásamlegt að vinna með þér, Ingibjörg, komdu og sláðu í gegn. Góða kvöldið. Kæri atvinnuvegaráðherra, viðurkenningahafar og virðulegi gestir. Hjartanlega til hamingju með daginn. Samkvæmt Global Gender Gap Index er Ísland fremst í flokki á heimsvísu þegar kemur á jafnréttismálum. Við skorum hátt. Réttu eftir koma svo Finnar og Norðmenn frændur okkar þar á eftir. Á Íslandi eru konur sem sinna mörgum mikilvægum ábyrgðarstöðum og standa sig með stakri prýði. Þær eru sterkar fyrirmyndir í samfélaginu. Það fyllir mig stolti og tel ég Íslendinga alla stolt af því að standa fremst á heimsvísu í þessum málaflokki. Á Íslandi hefur margt verið gert til að ná þessum árangri. Hér hafa verið sett lög, unnið markvisst að réttindum kynja og skapaði rammi sem styður við jafnari stöðu fólks í samfélaginu. En jafnrétti er ekki endapunktur. Það er ekki titill sem við vinnum og getur svo lagt til hliðar. Það er lifandi ferli sem þarf að rækta og þar má ekki sofna á verðinum. Því staðreyndin er að við sjáum enn dæmi launamun kynja, kynbundið ofbeldi og ójafna stöðu fólks. Við stöndum svo sannarlega mun framan en mjög margar þjóðir heims þegar kemur að jafnréttismálum. En staðreyndin er samt sem áður sú og sérstaklega í efstu lögum stjórnanda á almenna vinnumarkaðnum að konur eru aðeins 20% stjórnanda. Fyrir hverja konu sem starfar sem stjórnandi eru 4 kallar í stjórnandastöðum. Það er ekki jafnrétti. Þetta þurfum við að laga. Jafnrétti verður ekki varðveitt með orðum einum saman. Það krefst meðvitaðra aðgerða, hugrekkis til að endurskoða eigin viðhorf og vilja til að standa með öðrum. Látum því jafnrétti ekki vera eitthvað sem við teljum okkur hafa náð, heldur eitthvað sem við veljum að rækta aftur og aftur. Því samfélag sem byggir á jafnrétti er ekki aðeins réttlátara, heldur mannlegra og sterkara. Jafnrétti er ákvörðun. Eigum við ekki að taka þessa ákvörðun saman? Núna. Takk fyrir. Já, við erum til í það. En hér í dag þá munu þær koma flottar fyrirmyndir hér á færibandi upp í púlt og við ætlum að fá Hannu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra upp á svið. Býð hjartalega velkomna og takk fyrir að vera með okkur í kvöld. Kæru FKA konur og karlar. Til hamingju með daginn. Þetta er árviss gleðidagur þar sem framúrskarandi konum úr atvinnulífinu eru veittar viðurkenningar fyrir störf sín. Og það er engin smá hópur framúrskarandi kvenna sem hafa þannig fengið sínar verðskuldu viðurkenningar. Þetta er gríðarlega jákvætt og mikilvægt framtak hjá FKA sem hefur frá árinu 1999 leitt umræðina mikilvægi þess að konur eigi sæti við borðið í atvinnulífinu þar sem mikilvægar ákvarðanir allt milli himins og jarðar sem varðar ekki bara atvinnulífi heldur samfélagi í heild eru teknar. Þegar ég var að íhuga orminn hér, skaut minningu upp í kollin atburð sem ég hef ekki leitt hugana lengi. Árið 2003 starfaði ég sem framkvæmdastjóri Háskólans í Reykjavík
og var þar í góðum hópi öflugra kvenna sem hafa síðan látið að sér kveða á ýmsum sviðum íslensks samfélags. Og á þessum tíma var mikið það rætt í tengslum við umræðum kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja að það væri svo erfitt að fá konur til að bjóða sig fram í stjórnir. Og á þessum tíma voru bara 5,3% af stjórnarmönnum í þeim 15 fyrirtækjum sem þá voru skráð í úrvalsvísitölu Kauphallarinnar konur, 5,3%. Og við í HR vorum orðnar þreyttar á þeim þráláta orðrómi að konur hefðu almennt ekki áhuga á stjórnunar og ábyrgðarstöðum. Þannig við ákváðum 7 saman að senda bréf til forsvarsmanna fyrirtækja á aðallista Kauphallarinnar, það sem við gáum kost á okkur í stjórnir fyrirtækja. Og ég veit auðvitað ekki hvort þetta skipti einhverju máli í hennu stóra samhengi hlutana. En þetta vakti þó athygli á því að mögulega væri ástæðan fyrir stöðunni önnur og flóknari en meint áhugaleysi kvenna. En svo ég færi fókusinn fram ríflega 2 áratugi og til dagsins í dag, þá vitum við að þó að fullur jafnrétti hér á landi hafi ekki verið náð, þá stendur Ísland ítrekað framar öðrum þjóðum þegar kemur að jafnrétti kynjanna. Það breytir því ekki að við þurfum að standa vaktina áfram. Það er nefnilega ábyrgðarhluti að vera fremst í heimi, meðal annars vegna þess að aðrar þjóðir horfa til okkar við að ná sínum markmiðum og það skiptir okkur máli að þau nái sínum markmiðum. Ég leiddi í haust íslenska viðskiptanefnd í Japan. Þar fundaði ég meðal annars með japanskum þingmönnum og mér þótti mjög áhugavert að japansku þingkonurnar voru tilbúnar með spurningalista fyrir mig sem laut eingöngu að jafnréttismálum. Hvernig fóruð þið að þessu? Hvað tók þetta langan tíma? Hvað gerðuð þið? Og hvað eigum við að gera? Umræðan hverfist þessi mál. Og ég ræddi þetta að mikilli ánægju. Ég er sjálf sannfærð að eitt stærsti áhrifavaldur þess að við stöndum svona framarlega er sá hvernig við skiptum fæðingarorlofi. Það að feður taki álíka langt fæðingarorlof og konur hefur einfaldlega mikil áhrif í það átt að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði og það hefur áhrif allt. Það er svo margt annað sem hefur áunnist á síðustu áratugum í baráttu okkar og ég get nefnt viðbóta við fæðingarorlofi leikskólana, en það var einmitt fæðingarorlofi og leikskólarnir sem þingkonurnar japansku hefðu mestan áhuga á. Ég get nefnt jafn hlutfall, kynja í stjórnum fyrirtækja, þungunarrofslöggjöfina og lögin jöfn laun fyrir sömu störf. Svo fátt eitt sé nefnt af því sem hefur áunnist síðustu áratugi. Minn flokkur Viðreisn hefur frá upphafi sett jafnréttismál á oddinn. Við köllum þetta DNA flokksins og ég er stolt af því og þeim árangri sem við höfum átt þátt í að ná fyrir íslenskt samfélag. En ég er ekki síður ánægð með hvað þessi mál eiga mikinn hljómgrunn meðal ungs fólks, ungra kvenna, ungra karla. Að það skiptir höfuðmáli að ungt fólk skilji mikilvægi jafnréttis og mikilvægi þess að við látum ekki deigan síga í þessum málum. Og það er þess vegna, ekki síst, sem ég er svo þakklátt fyrir tilveru og störf FKA. En kæru konur, þegar við horfum á þá breyttu heimsmynd sem blasir núna við, þar sem vegið er að réttindum kvenna, þar sem vegið er að áherslum á jafnrétti á svo mörgum sviðum, jafnvel í löndum sem við höfum aldrei trúað því að þessi staða geti myndast fyrir örfáum árum, þá vitum við að það er mikið verk að vinna. Við berum ábyrgð á því að þær konur sem koma á eftir okkur búi ekki við lakari réttindi en við höfum. Við berum ábyrgð á betri framtíð og við berum þessa ábyrgð ekki síst sem land, sem þjóð, sem fyrirmynd sem er litið til víða heim. Þess vegna segi ég af allri einlægni, takk fyrir ykkur. Já, takk fyrir þig, Hanna Katrín. Og eins og við vitum þá eru jafnréttisræturnar skrælnaðar verulega við heim. Við þurfum gott fólk í brúnni til að varða okkar leið inn í bjartari tíma. Sem allra fyrst. En að öðru, ætla að segja ykkur frá sérblaði sem hefur komið út í dag. Og hér þið komið yndislestur. Það er yndislesturinn bara fyrir næstu daga. Við erum með sérblaði hérna sem er tróðfullt einmitt af sögum og fréttum af konum sem eru að sinna afar mikilvægu hlutverki í íslensku atvinnulífi.
mælu með að þið kíkja á þetta blað á mbl.is eða næli ykkur eintak hérna frammi. Og svona blað gerist ekki á sjálfum sér og ekki nema með smá svona, hvað ég að segja, svita og tári. En allt gengur þetta mjög vel þegar við eigum í samskiptum við Árvakur og Svangvíti, Silju og Berglindi og Elín Rósu sem hafa verið og staðið í stafni með þetta sérblað. Ég hveti ykkur að kíkja á það, ótrúlega gaman að lesa fréttir og öðru fjöri hjá konum í íslensku atvinnulífi sem eru nú heldur betur fjölbreyttar. En nú sérblaðið, mér langar að segja ykkur frá dómnefndinni, því að það er eiginlega eina fólki sem þarf að þjást aðeins í þessu ferli, því að það er hópur fólk sem við fáum á borðinu til að skipa dómnefnd ár hvert og þau fengu í ár yfir 100 tilnefningar sem þau þurftu að fara yfir og úr þessum stóra bunka að velja þessar 3 sem við ætlum að heyra hérna í kvöld. Og það er gaman að segja frá því að þær eru sameinaðar hérna 9 viðurkenningahafar frá því í fyrra. Geirlið Þorvaldsdóttir, Hótel Holti og Hrefna í Credit Info og Arnhildur Pálma arkitekt sem hafa heldur betur skemmt sig vel og konunglega með okkur þetta árið sem viðurkenningahafar. Ég vil við gefa þeim gott klapp. Þær eru hérna. Já, en það er nú þannig að formaður dómnefndar í ár er stjórnarkonan okkar, hún Þuríður, og hún er Aradóttir Brán og hún er forstöðukona Markaðsstofu Suðurnes. Og með henni hress og kátt Benedikt Gíslason sem er bankastjóri Arion banka, Davíð Stefánsson sem er ráðgjafi í endurnýjanlegri orku, innviðum og alþjóðlegri verkefnaþróun, Isabella Alejandre Díaz, sérfræðingur hjá Jafnlaunastofu, Rannveig Gretarsdóttir, hún er eigandi og framkvæmdastjóri Eldingar sem er hvalaskoðun og síðan er Rán Flýring sem er teiknari, listakona og rithöfundur. Algjörlega geggjað teymi, ég ætla að taka ykkur innilega vel fyrir ykkar dýrmætustu auðlind sem er tíminn, guys. Þetta bara gekk frábærlega og nú megið þið bara fara að njóta. Fáðu ykkur drykk og slappa af hérna með viðurkenningahöfunum. En svo ætla ég að biðja ykkur öllum bara koma aðeins nær. Ég talaði með hann og við ætlum aðeins að taka betur utan viðurkenningahafana, sko. Gaman, horfi ég auguna þeim á dagstæðum hér. En það er ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að fá á svið, það er stjórnarkonur, það er Margrét Hannesdóttir sem er gjaldkeri félagsins og með henni er Þóri Hafliðadóttir sem er stjórnarkona og þær ætla að segja okkur hvaða kona fær hvatningaviðurkenninguna í ár. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Hvatningar viðurkenning FKA er veitt konu í atvinnulífinu fyrir athyglisvert frumkvæði eða nýjungar í atvinnurekstri. Hér eru nokkrar staðreyndir konuna sem hlýtur hvatningar viðurkenningu FKA í ár. Hún fór snemma að vinna við búskap í sveit og stundaði nám í Kaupmannahöfn. Hún ólst upp í Hrunamannahreppi í Árnessýslu ásamt foreldrum og 6 systkinum. Hún var sæmd fálkaorðu á Bessastöðum árið 2018. Við skulum nú sjá hver hvatningaviðurkenningahafi FKA er. Ég heiti Erna Magnúsdóttir og ég er framkvæmdastýra á stofnandi Ljóssins, en Ljósið er endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda. Ég er iðjuþjálfa mennt og fór svo í meistaranám í forystu og stjórnun. Ég er alin upp í uppsveitum Árnessýslu, er sveitastelpa og í litlu hverfi og þar var bara svona stórt samfélag. Þannig að bakgrunnum minn er svolítið þannig og mamma mín var ljósmóðir. Og það var svolítið mannmargt allt á heimilinu, bæði kem ég úr stóri fjölskyldu og svo var hún að sauma fólk sem hafði lent í einhverju slysi eða einhver svona fæðingi litlar skrámur af því að hún var ljósmóðir og kunni þetta. Hún var með stórt hjarta og alltaf opið heimilið, þannig kannski einhvern veginn mótaðist ég að því og fleiri systkini mín sem hafa verið að sinna þessari mannrækt. Mér finnst rosalega gaman að láta reyna á mig. Og ég fer oft út í djúpulaugina. Bara þegar ég stofnaði Ljósið, það var að fara út í djúpulaugina. Og þetta þrautseigjan og gefast ekki upp, maður kemst ansi langt að því.
og vera með þessa bjartsýni og óbilandi trú á verkefninu að þegar við finnum og við sjáum hvað við erum að hjálpa fólki ótrúlega mikið að komast aftur bara á lífsins braut, komast í sitt daglega líf, komast aftur til vinnu eða finna sér nýja tómstundir eða halda hlutverkunum sínum, skiptir okkar alveg ótrúlega miklu máli. Minn stærsti innblástur í þessu öllu saman hefur verið það að ég sé að við erum að hjálpa fólki. Svo var í grasrótinni fullt af sterkum konum líka. Þar var sérstaklega einn sem ég langar að nefna og Margrét Frímannsdóttir, fyrrverandi alþingiskona. Hún stóð með mér frá upphafi og ég ræddi oft þessa hugmynd við hana. Hún var með á hugmyndastigi og hún hefur haft óbilandi trú á bæði verkefninu og mér sem persónu og hefur hjálpað mér ótrúlega mikið í gegnum öll þessi ár. Í ljósinu starfar mjög stór og þverfaglegur hópur af mjög flottu fagfólki og það gerir enginn svona einn og það skiptir ótrúlega miklu máli að hafa gott starfsfólk og starfsfólki í ljósinu tekur brosandi á móti fólkinu sem kemur þarna inn. Það er kærleiksríkt og það er mjög opið hjarta og það skiptir svo ótrúlega miklu máli og ég er svo þakklát fyrir starfsfólkið sem að vinnur þarna, hvort sem það er fasta starfsfólk, verktakar, sjálfboðaliðar eða hver sem það er. Þau skipta öll ótrúlega miklu máli og þetta skapar þetta samfélag sem að verður svo fallegt þarna innandyra. Við bjóðum Ernu Magnúsdóttur, framkvæmdastýru Ljóssins og FKA hvatningar viðurkenningahafa árið 2026 velkomna upp á svið. Takk kærlega. Virðulegi ráðherra og aðrir gestir. Takk FKA konur fyrir að búa til þetta fallega samfélag. Samfélag kvenna sem er svo sterkt. En frá því að ég man eftir mér hef ég heyrt talað og tekið þátt í kvennabaráttu. Ég man vel eftir fyrsta kvennafrídeginum, þá lítil stelpa í sveitinni og mamma og allar hinnar konurnar flykktust í Reykjavíkur. Þetta var svo spennandi dagur. Við erum konar langt og lengra hér á Íslandi en í öðru löndum. En við megum ekki sofna á verðinum. Barátta fyrir réttindum kvenna verður að halda áfram og við getum lagt svo mikið af mörkum til að hjálpa öðrum og hjálpa öðrum í öðrum löndum líka. Takk fyrir að taka eftir starfi Ljóssins. En Ljósi fagnaði 20 ára afmæli á síðasta ári. Í gegnum þessi 20 ár höfum við oft heyrt fólk segja: hvar væri ég án Ljóssins? Þessi orð minna okkur á hversu dýrmætt það er að geta verið skjól og von fyrir fólk á erfiðum tímum. Það er áskorun að taka á móti fólki oft á erfiðum stað í lífi þeirra. Orðið krabbamein er gildishlaðið og er að ræða lífsógnandi sjúkdóm sem getur haft ýmsar afleiðingar, bæði andlegar, líkamlegar og félagslegar. Og gert er ráð fyrir mikilli aukningu krabbameinsgreininga til ársins 2035. Því miður, en svona er bara staðreyndin. Ég ætla ekki að halda því fram að þessi 20 ár hafi alltaf verið dans á rósum. Stundum hefur verið mjög hátt uppi og engar hindranir sýnilegar og allt er hægt. En það hafa komið tímar þar sem mér hefur fundist hlutirnir ekki ganga upp. Ég hef grátið í koddann og efasemdar raddir hafa læðst inn. En þá er svo gott að hugsa til allra þeirra sem eru alltaf til í að hjálpa. Hugsa til þeirra sem voru með í grasrótinni í byrjun. Hugsa til starfsfólksins, sjálfboðaliðana, stjórnarmannana og mesti stuðningunum sem hefur komið frá manninu mínum. Alltaf klettur, takk elsku gummi minn. Börnin mín og stórfjölskyldan, allir þessir aðilar hafa haft trú á verkefninu og hvatt mig áfram og það er stórkostlegt. Því það gerir enginn svona einn, það er víst ábyggilegt. Ljósið er orðið ómissandi hluti á heilbrigðiskerfinu. Við vitum að það að hafa hlutverk í veikindum, koma og skapa, hreyfa sig, tjá sig, hitta jafningja, borða góða mat. Þetta skiptir allt ótrúlega miklu máli í bataferlinu. Við þurfum sem þjóðfélag að huga að heilbrigði og vellíðan landsmanna. Við lifum á tímum þar sem við höfum öll tækifæri til að gera vel í heilbrigðismálum. Og ég vona svo innilega að starf Ljóssins geti verið öðrum hvatning á þessu sviði.
Takk fyrir mig. Hamingju Erna, elsku Erna, seglan í þér sko og tappa þetta á flöskur og flytja þetta út. En bara takk fyrir þitt yndislega starf, elsku besta. Og það gaman að geta þess að ljósið sko byrjaði í kjallarann Neskirkju 2005. Þannig að til hamingju, það er uppskera. Og áfram með smjörið, við ætlum næst að fá 2 aðrar stjórnarkonur á svið. Það er okkar yndislega Rósa Viggósdóttir og Jasmína Vajsovic, stjórnarkona, og þær ætla að segja okkur hver er þakkaviðurkenningahafi ársins. Komið sæl, takk Andrea. Þakkaviðurkenning er veitt konu fyrir eftir tektaverst ævistarf sem stjórnenda í atvinnulífinu. Hér eru nokkrar staðreyndir hana, konuna, sem hlýtur FKA þakkaviðurkenningu í ár. Hún er kona sem við stöndum á öxlum á og erum henni þakklátt fyrir að hafa rutt brautina fyrir okkur sem eftir eigum að koma. Hún þorir, hún getur og hún vil. Og það er okkur öllum löngu orðið ljóst. Mikil fjöldi fólks af öllum kynslóðum fagnaði 70 afmæli hennar í Hörpunni í fyrra. Við skulum sjá hver er FKA þakkaviðurkenningarhafi 2026. Gjörðu svo vel. Ég segi bara að ég sé kona í lausagöngu. Ég hef aðal starfað því að fylgjast með og reyna að verða að gagni, en ég er fyrirverandi ýmislegt. Sko, ef ég á að tala um fyrirmyndir, þá voru þetta engar fyrirmyndir fyrir ungar konur þegar ég var að alast upp. Það er að segja ungar konur sem vildu láta sig muna í samfélaginu og hafa rödd og vera sýnilegar. En ég átti samt fyrirmynd og ég held að það fyrst og fremst verið langamma mín sem ég heiti í höfuðið á og fæddist reyndar á sama degi og hún. Hún var bara bláfátæk sveitakona í Húnavatnssýslu, en hún tók sér rými og það fór af henni sögur og þessar sögur voru mér sagðar og það einhvern veginn áttaði mig á því að það er engin kona eiginlega í svo stöðu og hún geti samt ekki látið sig munað og haft rödd. Allt þetta sem ég hef gert, þetta hefur fléttast saman, eitt hefur leitt af öðru. Stundum hafa verið tilviljanir sem hafa ráðið í hvar ég lenti, en þó ekki. Ég hef alltaf einhvern veginn spunnið þennan þráð áfram sem byrjar þegar ung kona, bara innan við tvítugt, í að verða virk í kvennabaráttu. Þar byrjar þetta og þann þráð hef ég síðan spunnið áfram með ýmsum hætti og ýmsum útúrdúrum, en alltaf þessi sami þráður. Við áttum í orði hvernig sömu tækifæri, en alls ekki í raun. Ég held að stærsta áskorun mín, ef út í það er farið, er að hafa verið hér á vettvangi og verið í ríkisstjórn þegar hrunið varð. Það var erfiðasti tímabil sem ég nokkuð tíma farið í gegnum. Þá hætti ég líka í pólitík, það gerðist líka samtíða að ég var greind með heilaæxli og þurfti að fara í 3 aðgerðir. Þannig að ég það má eiginlega segja ég hafi hrunið. Heilsufastlega og andlega og pólitískt. En ég náði að spyrna mér frá þessum botni, ef maður getur orðað það þannig. Og það gerði ég bara með því að fara út úr íslensku samfélagi og fara yfir á alþjóðavettvanginn og leita fyrir mér þar. Og láta á það reyna hvað ég gæti og hvort ég gæti unnið mér og búið mér til nýjan feril ein og sjálf.
og það tókst. Og það sem skiptir kannski mestu máli, það er að hlusta á sína innri rödd. Það er að gera það sem finnst þér rétt og hafa kjark til þess. Það getur verið erfitt til skamstíma, en þegar til lengri tími lítið, þá verðum við að fylgja innsæin okkar og okkar innri rödd og gera það sem við teljum við getum gert og það sem við teljum vera rétt. Við bjóðum Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, fyrrverandi borgarstjóra, utanríkisráðherra og forstjóra lýðræðis- og mannréttindastofnunar Vexu. Og nú FKA þakkar viðurkenningar endurlýsingu. Góða kvöldið ágætu konur og kallar. Ég er eiginlega hálf hrærð yfir að fá þetta, en ekki einstaklega mælt á þetta. Ég veit ekki akkur ég verið svona hrærð, ég held að sé vegna þess að það eru konur sem eru að veita mér þessa viðurkenningu. Og það skiptir máli þegar maður er búin að flækjast og gera ýmislegt í alls konar ólgusjó að vita að maður er ekki lifað og starfað til einskis. Og það skiptir máli sem maður hefur gert. Þannig ég þakka kærlega fyrir. En ég ætla að segja upp það líka að það sem ég hef gert, það hef ég ekki gert einn. Það hafa margir verið til að styðja mig og ég ætla ekki að fara að nefna neinn nöfn. En ég ætla að segja það að það sem að skipti kannski sköpum og við höfum verið meðvituð það hefur alltaf verið stuðningur annarra kvenna, samstarf við aðrar konur og stuðningur annarra kvenna. Og eiginlega byrjaði þetta allt í kvennaframboði 1982 og það er svo mikið gleðiefni að það eru nokkrar hér með mér sem að voru þá á vettvangi. Og þetta eru allt konur sem eru tilbúna til að þrasa viðtekna hluti. Og það verða konur að vera. Því ef það er ekki tilbúna til þess og taka öllu þessu gefnu, þá mun ekkert breytast. Og þessar konur eru tilbúnar líka að stíga fram og láta sig muna, en það gera það líka saman. Og þá ætla ég að segja það sem að kannski skiptir mestu máli þegar á heildina er lítið, og það er það sem ég hef haft ómælt gagn af, það er sterk vinátta sterkra kvenna. Þannig breytum við heiminum. Takk. Já, Ingibjörg Sólrún, svona er að vera rockstjarnamaður. Ég var að ræða þetta. Þessi kona fær svona 11 af 10 mögulegum í að vera töff og það er alveg ótrúlegt þegar maður lítur tilbaka og það skiptir ekki máli, þú veist, í hvaða flokki, þú veist, öll og amma er að voru í, að hafa hana á skjánum. Þú veist, hvað þetta skiptir miklu máli fyrir komandi kynslóðir til að miða sig við. Þannig að ég segi takk, Ingibjörg Sólrún, og takk fyrir skemmtunum að síðast í daga, dásalda að að vera með í þessu ferli. Já, ég er í helvíti góðu starfi hérna. Heyrðu, við erum bara að fara að fá síðasta viðurkenningarhafann á svið og tími valla þessi búið, en allavega klárum þetta. Við ætlum að fá 2 stjórnarkonur upp á svið. Það er Guðlaug Hrönn Jóhannsdóttir sem ætlar að koma ásamt formanni dómnefndar, Þuríði Aradóttir Brown, og það er alltaf að segja okkur frá FKA viðurkenningarhafa ársins. Fyrir hönd dómnefndar þá fékk ég að segja nokkur aukaorð. Þetta var afar vandasamt verkefni sem að við fengum í hendunar en tókum við full auðmýktar. Eins og komið fram, það voru yfir 100 konur tilnefndar og hver annari framar
Og það er svo magnað að þegar maður lesi yfir þessar tilnefningar að finna og sjá hvað við sem samfélag búum yfir mikilli kvennorku. Og það er ákaflega mikilvægt, eins og einnig hefur komið fram, fyrir okkur að næra þetta og halda á lofti, sérstaklega við þessa breytta heimsmynd sem við búum við í dag. Ég vil þakka kærlega fyrir okkur, en ekki síst, takk fyrir ykkur. Nú, viðurkenning FKA, hún er veitt fyrir unnin störf í þágu atvinnureksturs kvenna eða þeim sem hafa verið eða konum í atvinnulífinu sérstök hvatning eða fyrirmynd. Gulla. Konan sem hlýtur FKA viðurkenninguna 2026. Hún hefur búið erlendis nokkru sinnum, lengst af í Napoli og Ítalíu. Hún hefur spilað fyrir danstvista sem DJ plötusnælda, eins og hún segir sjálf frá. Hún vann líka 3 sumur sem landvörður á Hveravöllum og segir það hafa kennt sér að redda sér í alls konar furðulegum aðstæðum. Hún hefur líka unnið með kvölum. Hún hefur hlotið fjölmargar viðurkenningar hérlendis og erlendis fyrir störf sín. Hún hefur túrað landið sem popstjarna, segist þeirra glitrandi samkvæmisljón og hefur farið 3 á Kylie Minogue tónleika á síðustu 2 árum. Hæliði því. Við skulum sjá hver FKA viðurkenningar hafi 2026. Ég heiti Eva María Þórarinsdóttir Lange og er einn eigandi Pink Iceland og framkvæmdastjóri þess fyrirtækis. Pink Iceland er í rauninni ferðaskrifstofa í grunninn og hún var stofnuð á grundvelli mannréttinda. Okkur langaði að gera eitthvað meira fyrir hinsegin fólk sem var að heimsækja Ísland. Og síðan 2011 höfum við gift yfir 1200 pör og ferðast með fólk all landið í öruggu umhverfi. Minn bakgrunn hefur haft þau áhrif að ég held að ég hafi byggt upp ákveðna þrautseigju og lært að standa með sjálfur mér, sem er mjög mikið eftir fyrirtækjarekstri og sér í lagi öll kona. Minn ofurkraftur, ég myndi líklega að segja að það var eitt af þessum kvenlegu gildum sem er tilfinningagrind. Eiginleiki til þess að skilja og meta og skynja aðstæður, þannig að við getum kannski haft betur stjórn á þeim. Og þetta kemur svo einstaklega vel í starfi sem brúðkaupsskipuleggjandi þegar tilfinningar eru miklar og mikið í húfi. Minn stærsti innblástur rauninni Ísland og ég veit kannski svolítið innfældslegt að segja þetta en bara land og þjóð. Náttúra landsins náttúrulega gefur mér mikinn innblástur bara svona dagsdaglega en það er fólkið mitt sem gefur mér kraftinn til þess að halda áfram og eldmóðinn. En svo búum við líka í þannig samfélagi að við erum með svakalega marga fyrirmyndir sem eru frábærar konur, framúrskarandi konur og það gefur manni auðvitað orku og þrautseigju til þess að halda áfram. Pink Iceland snýst í rauninni fólk og tilfinningar og þar af leiðandi er teymið sjálft þann dýrmæta sem við eigum sem fyrirtæki. Þetta hugvit og þessi tilfinningagrind sem er innan teymisins, hún er alveg ómetanleg. Okkar helsta áskorun í starfi er líklegast sú að við finnum meira fyrir því bakslagi til dæmis sem er í gangi núna því að okkar fyrirtæki byggir á mannréttindum. Þannig að við erum viðkvæmari fyrir því og við kannski störfum ekki alveg í þessu tvíhyggju sem heimurinn oftast gerir. Það er rosalega margt á milli, það er grátt svæði á milli og það að kunna að lesa í það er ótrúlega dýrmætt. Það er kannski annar ofurkraftur sem ég bý yfir og það er að vera hinsegin og það má rauninni segja það að það hafi fleytt mér áfram á mörgum sviðum þó það hafi vissulega verið áskorun í byrjun og við höfum öll fordóma og sérstaklega gagnvart sjálfum okkur oft. Þannig að bara það að til dæmis að koma til skápnum er eitthvað sem gefur manni ótrúlega mikla orku og þor og við erum svolítið að fást við þetta alltaf dagi á Pink Iceland. Það sem fólk fær að vera það sjálft og að upplifa þessa gleði sem er á deginum þar sem fólk er að uppskera kannski 1,5 árs vinnu í skipulagningu og þar sem allt kemur heim og saman í náttúru Íslands er náttúrulega alveg ómetanlegt og þetta þakklæti sem fólki sýnir manni er eitthvað sem er ekki hægt að setja verð með á.
Við bjóðum Evu Maríu Þórarinsdóttur Lange, stofnanda, eiganda, framkvæmdastjóra Pink Iceland og FKA viðurkenningahafa 2026. Velkomna á svið. Velkomin Eva. Já, takk. Virðulegi ráðherra og glæsulegu gestir. Það mikið heiður að fá að vera hér með ykkur. Innilega þakka til FKA fyrir viðurkenninguna og takk fyrir að sjá atvinnulífið í lit. Árangur er sjaldnast einstaklisverk og því stendi hér fyrst og fremst þakklátt. Ég er þakklátt fyrir að hafa fæðst á Íslandi, fyrir frelsi sem ég bý við, fyrir fyrirmyndi mínar, fyrir Pink Iceland teimið og fyrir fólkið mitt. Ég er eins og ég er, hvernig á ég að vera eitthvað annað? Hvað verður mig ef það sem ég er bölvað og bannað? Svona hljómar þjóðsöngur okkar hinsegin fólks sem minnir okkur á að standa vörn áunninn og sjálfs og réttindi á þeim ógnandi tímum sem við lifum á. Við finnum áþreifanlega fyrir bakslægi í jafnréttis- og mannréttindamálum víða heim og Ísland er ekki undanskilið. Í heimi sívaxandi þekkingar er okkur að fara aftur. Hvað getum við gert? Við þurfum að halda áfram baráttunni fyrir fullu jafnrétti alls fólks. Við verum að nota mjúkavaldið og hafa þannig áhrif á aðra þjóðir í gegnum fjölbreytta menningu, siðferðisleg viðskipti og fyrirmynda alþjóða samskipti. Mannréttindi eru nefnilega ekki einkamál þjóða og við berum ábyrgð sem hluti af alþjóðasamfélaginu. Eftir áratugi af barsmíðum og niðurlægingu stiltu dragdrottningar og transkonur sér í fremstu röð Stonewall óeirðana í New York þann 28. júní 1969. Þar kræktu handleggjum saman og sveifluðu fótunum í villtum kankandansi á móti kúendum sínum og höfðu betur. Baráttan lauk ekki þar og er ekki enn lokið. En svo kvenlegi kraftur sem fekk hatrið til að hörfa, blæs okkur ennþá dag í dag býr í brjóst og minni okkur á að þegar við tökum höndum saman eru við sterkari en þau hatursfullu öfl sem halda okkur niðri. En til þess að ná framförum þurfum við að ögra og ávallt að vera sýnileg. Sýnileiki ögrar kerfisbundum fordómum og skapar nauðsynlega fyrirmyndi fyrir komandi kynslóðir. Að tilheyra er ein á grundvallar þörfi manneskjunnar. Fátt hefur gefið meira en að upplifa þá tilfinningu, hvers sem það er innan hinsegin samfélagsins, innan sterka kvennahópa, nú eða bara á skrifstofu Pink Iceland, fallegasta vinnustað í heimi. En mest af öllu voni ég þó að við sem þjóð getum gefið okkur þá gjöf að tilheyra samgjörnu, fjölbreyttu, skapandi samfélagi þar sem öll eru velkomin. En þá þurfum við öll, starfsfólk og stjórnendur, fyrirtæki og stofnanir, að standa í lappirnar. Krækja saman höndum og standa mót þeim sem misnota vald sitt og fé. Ég er eins og ég er og hvernig ég er alveg á hreinu. Ég er eins og ég er og biðst ekki afsökunar á neinu. Þorum að vera við sjálf, berum virðingu fyrir hvert öðru, berjumst fyrir mannréttindum og jafnrétti, fögnum fjölbreytileikanum og fordómum fordóma. Til hamingju með daginn og takk fyrir mig. Fjölbreytileikinn geggjaður. Og að misréttið í mannanverk, þá er jafnréttið það líka. Eða ég drekk bara úr þínu glasi. Heyrðu, þetta er æðislegt. Það vantar ekki ofurkraftin í þig, kona. Og svo náttúrulega googlaði ég þessa píur alveg eins og engi sem morgundagurinn, til að kynnast þeim aðeins betur, konuna sem við erum að heyra. Og það var svo fallegt að sjá til dæmis að hún og hennan teimi upp að við ákveða að vaksa með hjartanu. Að fyrirtæki vex með hjartanum, ég veist það alveg dásanlegt og þessi mýkt sem þú ert að koma inn á mjúkumálinn náttúrulega grjóthörð. Ég ætla að ljúka þessu í kvöld, en mér langar að benda ykkur á að er ekki komið íslenska trefulinn á, er þið ekki treyjanum með þá eða? Það komið svo margir, svo hressir hátíðina, ég skil ekki af hverju.
En það er allavega nóg til og meira frammi því að Coca-Cola sem er styrktaraðili HSI kom inn með klappstur í búðana og fullt af veitingum, þannig við getum bara haldið áfram að tjúta og tala leikinn og leikinn af framöndan. Laugi Geirsson mættur hérna líka, blessaður, með Ingu Tinnu sem var viðurkenningahafi hér árið og við erum svo stolt af okkar allra bestu Ingu Tinnu hjá Dynot. En allavega þá ætla ég bara að þakka ykkur kærlega vel fyrir samfylgdina bæði hér í kvöld og á mbl.is. Ég vil þakka Halli Má hjá MBL sem búin að sitja hann aftast í stuði með orkudrykk fyrir alla aðstoð við streymi. Það má nálgast eins og ég sagði hérna áðan upptökuna á MBL bara og þið getur hort á þetta alveg á repeat og noti þess því að það er bara ótrúlega mikilvægt að við höldum áfram að fjalla konur og þeirra góðu störf og við tölum líka upp konur og við erum með bandalag að gera heiminn betri fyrir okkur öll. Ég held að við getum alveg verið sammála og það er svona þráður í gegnum þessar viðurkenningar sem við verðum að veita inn í kvöld, þessar konur sem hafa verið að fá þessar viðurkenningar inn í kvöld. Það er svo skýrt að þær eru búin að vinna stórkostlegt starf með mýkt grjótharðar í bland að því að við erum alls konar og ég vona að þegar ég bara yndislegt kvöld viðurkenningahafar hér með okkur Silla Páls hjá Mirra Rose er búin að mynda hérna gestir alveg hægri vinstri við deilum myndanum frá þér elsku Silla á netinu eftir viðburðin. Nú ég verða að senda hérna smá meili kærleiks kveðju til styrktaraðilinn okkar. Það er Eik og Festi og Blue Lagoon Skincare sem hafa verið að gera gott starf FKA en skemmtilegra og betra og öflugra þetta starfsárið og ég þakka ykkur kærlega vel fyrir það. Nú, ég ætla bara að segja þetta gott í bili og ég ætla að biðja ykkur að skála og knúsast og halda svo út í lífið og bara gera nokkuð geggjað. Jafnrétti, já takk. Sjáumst.